Hæ, Harald heiti ég og stjórna viðskiptaþróun hjá Nóa. Nú rétt í þessu var Apple að kynna 2 nýja iPada, iPad Air 2 og iPad Mini 3. Það sem auðvitað svona strax sem maður tekur eftir að nýju iPadarnir eru 18% þynnri heldur en eldri græjurnar. Þannig finnst þetta raunverulega ekki vera neitt, en þeir eru orðnir 18% þynnri heldur en forveri. Ný viðbót líka núna, nú getur ekki bara fengið iPadin í hvíta litnum og svarta litnum, þeir bæta við gyllta litnum eins og í símanum líka í dag. Nýju örgjörfin í nýja iPadnum, hann alltaf 180 sinnum hraðari heldur en í fyrsta iPadnum, sem gerir það að verkum að þú ert að fá bara auðvitað miklu meiri kraft. Það eins og þú ert að fá einhvern svakalegan sportbíl á móti einhverjum gömlum lélugum. Vélin semst í nýja iPadnum orðin svo miklu öflugri. Enn einn flotta nýjungin líka þetta það sem þeir kalla Touch ID sem raunverulega bara fingrafaraskannið. Núna í Ameríku getur þú farið að versla með því að nota fingrafaraskannaðin. Semst í gegnum vefinn þá notar þú fingrafaraskannan til að auðkenna þig og kaupa hinnar ýmsu vörur. Myndavélin í nýja iPadnum orðin mikið endurbætt og þar alveg að skila miklu flottari myndum heldur en í eldri gerðum af iPadunum. Forpöntun á iPadnum byrjar í Ameríku strax á morgun 17. október og við vonum svo sannarlega og búumst við því að iPadin verði strax komin í sölu hér hjá okkur í Nóa í næsta mánuði í nóvember. Og ef það eitthvað sem sniðugt fyrir fjölskylduna að gefa sig fyrir jólin, þá það iPadin því að þetta græja sem allir í fjölskyldunni geta nýtt sér.